Siggi, svekkelsi gíska ég á? Já, mikið svekkelsi. Búin að koma tilbaka og jafna á sínu karakter og fannst við jafnvel vera svona liðið sem var á þeim tímapunkti og að vera liðið sem var að fara að sækja þetta, gott hugarfar og svo náttúrulega bara þetta ævintýrlega glöfulegt mark sem við fáum á okkur á Engasti sem er bara óbólett. Búin að fá okkur 2 mörk í fyrri hálfleik eftir svona seinni bolta fastleikadri og fá svo þetta í grímuna þarna í lokin. Þetta er bara mjög vont. Einbeitingarleysi? Já, bara klárlega og menn bara ekki að gera það sem hann átti að gera og það er alltaf mjög slæmt. Varst einhvern veginn allt önnur orka í Þórsliðinu í seinni hálfleik? Mín hugsun í hálfleik bara þegar leið á seinni hálfleikin stiltur upp röngu byrjunarlið? Nei, þú veist ég horfi aldrei á það þannig. Það var bara valið rétta byrjunarlið að við heldum við værum og fannst við vera vel rétta byrjunarlið og það er bara þannig. Hins vegar þorðum við ekkert að vera með boltan, bara gerðum allt mörg mistök á boltanum og engin svona vilji það að ætla sér að fá boltan á spilunum sem er mjög skrítið þegar þú ert að spila hópbolta. Við fórum bara aðeins yfir það í hálfleik að menn þyrfti að þora að senda á milli og þora að taka móti boltan og það er bara allt annað Þórslið sem kom í seinni hálfleik að því leytinu. Ekki eitthvað orkuleysi eða einhver svona karaktersleysi eða eitthvað svoleiðis, það var bara vorum bara ekki nægilega góður á boltanum og svo breyttum við til og farum Greg aðeins neðar til að vera meira í boltanum og það breytti miklu. Eitthvað svo þú getur sett til frambúðar að Grego sé hann aðeins aftar? Já, hann spilar bara margar stöður hjá okkur og það fer bara svona eftir hvernig við ætlum að spila og hvernig leikplanið er á hvað fannst hann henda upp á topp í þessum leik. Hendaði í sexunni í seinni hálfleik þannig að já, mjög. Ingimar kemur sterkur inn og Fúsi á alveg sínu augnablik líka, að hlýtur ánægð með þá? Já, mjög. Frábær innkoma hjá Ingimar. Fyrir mig það bara færa hann hneska á öxlina sem hann er búinn að vera að díla aðeins við, þannig að það var mjög svekkelsi því að hann var búinn að koma inn og skora mark og láta til sín taka og Fúsi að koma aftur eftir mikla þrautagöngu í gegnum meiðsli og svoleiðis og veikindi, þannig að það er mjög jákvætt. Hvað segir þjálfarinn? Tekur hann markið eða tekur hann víti og rautt? Ég held bara að þetta sé mark og rautt því að hann fer bara að tekja fóta aftur í hann og mér finnst hann ekki vera inn í boltan, mér finnst hann bara vera að fara græjan þannig að ég held að þetta sé víti, rautt og mark sko. Hvernig svona horfið framhaldið við þér? Væntanlega getur tekið slatt úr þessum seinni hálfleik? Já, ég meina menn hljóta átt að sjá því að við þurfum að senda á milli og vilja hafa boltan til þess að taka þátt í þessu, þannig að þeir hljóta að átt að sjá því og læra því, sýndum karakter, komum tilbaka og voru nálægt til að sækja þetta en við getum ekki fengið mikið fleiri svona mörk á okkur. Seinni bolta, horn og Ingvars, það mun aldrei neitt gerast ef við ætlum að fá alltaf svona mörk á okkur. Þú setur Ragnar Óla fram, með Pítur auðvitað ungan á bekknum, auðvitað vonsvikinn að þurfa að taka Ingimar út af velli, en var þetta eina í stöðunni? Já, hann þurfti að koma út af og Pítur búinn að vera meiddur í fóru axlalið, var aldrei að fara að geta að spila svona mikið og sérstaklega ekki með Hólmar í raskendunni, þannig að það var aldrei sens fyrir hann var hugsað meira að koma inn í blálokkin, eitthvað svoleiðis skilur sem þannig en Raggi bara reyndar gerði vel og hann bara var handfull fyrir Hólmar og er náttúrulega bara stóra sterkur og hjálpa okkur hann upp á topp sko. Það er svolítið framhaldi og gluggan, Þór var orðað eftir Guðmund Andra, hann fer í F og hvernig líður með það? Það var bara tekin ákvörðun að fara ekki alla leið með það, þannig að mér líður bara ágætlega með það. Við erum bara að horfa í aðra möguleika og vonandi bara gengur Guðmundi Andra vel í F. Eru það að tala við Árna Vilhjálmsson? Við höfum rætt við hann, bara örugglega eins og flestunum lið. Ég held ekkert dýpra en það. Aron Einar að koma? Já, ég býst við því að hann komi. Þannig að það mun gera, hann er allavega á leiðninga norður á morgun og hann gefur okkur bara einspýtingu bara með því að mæta svæðið. Er það horfum einhvern ákveðin fjölda sem þið viljið taka inn í gluggann? Já, ég myndi að halda að við tökum allavega 3 leikmenn, 3 til 4. Einhverjar sérstakar stöður? Einn í hverja línu, ef ekki orðað það þannig.
Pollamótsleikur næst, vantilega vonast þetta mikil stemning á vellinum. Já, ég býst að vera alveg frábær stemming. Það er búið að koma skemmtileg stemming nú 2 röð með útileiknum á móti FH og svo í dag krakkur í yngri flokkunum að taka til sín já, og 5. Pollamótshelgi, það hlýtur að vera allt stappað á vellinum á 5. og KR að koma og það bara, ég trúi ekki öðru en að fólk flykkist á það og einhvern veginn búið til svona alvöru stemmingu eins og var í framleiknum og KR-leiknum. Styttist í sigurinn? Já, það styttist alltaf í sigurinn og ég er bara bjartsýnn á að við séum að taka skref núna, við sýndum karakter í dag, verðum að stoppa þessi kjánulegu mörk sem við erum að fá okkur í dag og við verðum bara að þora og vilja sparka boltanum á milli og halda eitthvað hans í boltan þegar fyrir hálfleikurinn er sóknarlega arfaslagur. Takk fyrir þetta, Siggi.